gasgrímur hafa rokið út eftir að eiturgas tók að streyma í miklum mæli frá eldgosinni í Holuhrauni og seldust upp hjá einum stærsta innflytjandanum. Vísindamenn, stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar hafa keypt grímurnar í stórum stíl. Heimir Már Pétursson. Í dag mánuður frá því eldsumbrotin í Holuhrauni hófust en fljótlega fór að bera á mikilli brennisteinsdíoxíðmengun frá gosinu. Íbúar á Austur- og Norðurlandi hafa fundið fyrir menguninni sem tíma hefur farið yfir heilsufarsmörk fyrir austan. Fólk hefur fundið fyrir menguninni og varað hefur verið við áhrifum hennar á börn og aðra með viðkvæman öndunarveg. Hver hefði trúað því að þessi búnaður væri búin að vera uppseldur á Íslandi í marga daga eða jafnvel vikur, en það var einmitt verið að taka upp nýja sendingu hér í dag. Og það biðlisti. Grímurnar og þá sérstaklega þær síur sem gefa vernd fyrir brennisteinsdíoxíði voru uppseldar hjá dynjanda alla síðustu viku en í dag kom ný sending. Já, það eru fjölmargir sem að bíða, bæði fyrirtæki og stofnanir. Það er mikið þarna austur á landi og fyrir norðan. Og svo einstaklingar líka að panta hérna, vilja vera við öllu búnir. Já, þannig að þú finnur það að fólk á þessum svæðum, því ekki alveg sama. Því ekki sama, það alveg, og við höfum líka orðið þess að bara með gasmælingar og annað að fólk hringir hérna inn og er með fyrirspurnir. Já, þið seljið slíka mæla líka? Já, við höfum líka með mæla. Eftirspurnin eftir grímunum hóf strax og eldgosi byrjaði og nú bíða á bilinu 10 til 15 fyrirtæki eftir að fá sínar pantanir afgreiddar. Þetta eru mikið fyrirtæki og stofnanir sem bæði hérna austur á fjörðum og svo líka þeir sem eru með fólk á störfum upp á fjöllum, meðal annars fréttamenn. Já, okkur veit ekki af svona grímu, við prófum að setja upp á hann og þetta svo sem ekkert svo óþægilegt að hafa þetta í andlitinu. En til áréttingar þá það sían en ekki gríman sjálf sem skiptir mestu máli til að verjast brennisteinsgasinu. Hún bæði fyrir sem sagt lífræn efni, ólífræn og svo fyrir súrgos eins og á við þarna brennisteinsdíoxíð og svo líka gagnvart ammoníaki.